Íslendingar fljúga í þúsundavís til Tenerife á hverju ári til að njóta sólar og hita. Flestir hafa þar skamma viðdvöl, kannski í viku eða 2. Aðrir hafa tekið ástfóstri við spænsku eldfjallaeyjuna undan ströndum Afríku og sest þar að til lengri tíma. Davíð Kristinsson Keflvíkingur sem tvítugt flutti norður á Akureyri og stofnaði þar fjölskyldu. Eftir ferðalag til Tenerife árið 2016 vaknaði hugmyndum að setjast að suður í höfum. Hugmyndin þróaðist áfram og í upphafi COVID festu Davíð og Eva eiginkona hans kaup á sínu fyrsta húsi á Tenerife. Boltinn var farin að rúlla og sett var markmið að gera tilraun til 3 ára. Tilraunatíminn liðinn og fjölskyldan ætlar að vera á Tenerife til frambúðar. En hvað var það sem heillaði svona við eyjuna fögru? Friður, ró og möguleikinn á betra lífi. Og uppalega, þú kemur þetta 2016 fyrst? Við komum 2016 fyrst bara í frí og þá svona átt með að hafa bara ekki farið í sólandaferð bara, ég eiginlega bara síðan kynntist 2002 eða eitthvað og þá svona átt með bara, já ok, það alveg hægt að vera rólegur líka. Þannig að og þá svona fórum við að fara eftir þá ferð að fara bæði við fjölskyldan og svo við Eva og hafa alltaf farið hingað út eftir á Tenerife því að okkur bara, það lítil og þetta eyja, það allt þarna, við leiðir rosalega vel og hitastigi náttúrulega gott allt árið, engar öfgar þanniglega séð, þetta kom einhverju dagar en ekkert séu ræðir ekki við. Þannig að stefna var eiginlega svona bara alveg 2018, þá varum við að skoða eignast eign. Losum eitthvað á Íslandi sem var búin að vera byggja upp og eignast þetta eign fyrir fjölskylduna, þannig að við gætum svona, bara fengið meiri frið fyrir okkur, komast í burtu. Þegar maður með mikið verkefni á Íslandi, þá þarf maður stundum að, láta sig hverfa, það betra. En þú tekur þetta síðan alla leið. Flestir kannski hafa bara komið sér fyrir í, fundið einhverja þægilega íbúð sem með flísum á gólfi og bara vatn í sundlauginni, þú fórst ekki alveg þá leið? Nei, við kaupum fyrst raðhúsið 2020, bara rétt fyrir COVID og fengum það svo afhent bara í júní 2020 og förum að fara út í gegnum krókaleiðir til þess að af því það var ekkert beint flug, það var ekkert í gangi og ég meina við vorum alltaf búin að skrifa undir bara kaup tilboð, þannig að við erum bara að standa við þetta og ekkert að bakka út og það var bara eitt sem við ætlum náttúrulega bara að nota og kannski prófa einhvern tímann að búa í 1 ár. En svo það gengur vel og við leigum hann út og í fullri leigu núna hjá okkur en svo svona, þetta gekk það vel, okkur langaði eitthvað annað verkefni, losa meiri af eignum sem við áttum á Íslandi og þannig að þá einhvern veginn lendum við bara í þessum bæ. Mér langaði í eitthvað sem þyrftum að byggja og svona aðeins að breyta og brasa, gera það okkar og annarkvort eitthvað sem við getum gert upp eða byggja nýtt. Þannig að við erum svona, við keyptum uppsteypt hús og loka hringinn bara með einhverjum súlum, enga lagnir og ekki neitt og búið að standa uppsteypt í 8 ár eða eitthvað. Þannig að þá bara hófst vinna við að klára skipuleggja og teikna á hanna og ætluðum bara að prófa að búa og vorum að segja strax 3 ár sem þetta myndi taka þetta verkefni. Þannig að við erum svona að búa með 80% af verkefninu, eiginlega 90% því að það sem eftir er svona frekar einfalt. En þannig að þetta á spænska mælikvara þetta, við taka með svalir inn í fermetrum, þá þetta 750 fermetrar. En svona íslenskan þá þetta kannski svona 550 fermetrar eitthvað hluss sem að þessi hús eru á þessari lóð. Við erum rauninni sjálfbær því að við erum með stórt batteri niðri sem tekur við orkuna af... Rauninni skyggnið yfir bara sólarpanelar? Já, þetta bara... Og ætlum svo til þess að klára dæmið ætlum að setja á næsta hús bílskúrinn okkar. Þannig að ég setja 100 fermetrar. Þetta eru 75 fermetrar. Og þá ætlum við bara að aftengja okkur frá götunni. Þá ertu bara sjálfbær? Alveg sjálfbær. Við erum svona nánast sjálfbær núna. Já. En þú fær vatnið Já, ég þarf að kaupa vatnið, ég hreinsa það og allt svoleiðis. En við erum vatnsmesta héraði á suðurhluta eyjunnar.
og það að koma lögn hérna yfir í Lago Mera til að gefa þeim vatn frá okkur. Hvað leitið þið okkur að hingað? Það er náttúrulega, ég held að sé bara klárlega veðrið. Það sem maður náttúrulega heillaði með strax, þannig að ég var náttúrulega mikið að hjóla, og hér var mjög gott að hjóla líka á svona götuhjóli og það er bara svo margt, finnst mér einhvern veginn. Þú veist, ég er búinn að koma rosalega oft í Bandaríkjana, ég er búinn að fara helling til náttúrulega Evrópu út allt og búinn að vera að læra í Danmörku, í Bandaríkjunum, í þessu heilsu- og þjálfunarfræðum sem ég var í á þeim tíma. Og ég er svona, svo bara einhvern veginn lendum hérna og þú finnur það bara. Þú veist, þetta væri svona, málið. Að því þetta er bara þægilegt, það er stutt að fljúga hingað, þetta er klukkutíma munur á tímabeltinu, þú veist, 6 mánuði ársins eða 8 mánuði ársins, hvernig það er, og svo er það bara sami tími, 5,5 tíma að fljúga hingað, þú veist, þú ert aldrei þreyttur eða jafn eftir flugið, svo fer til langt flug til Bandaríkjanna og svo bara, þú veist, ég meina ef þú fer til Danmörku þá ertu líka með trefil þar í nóvember eins og Íslandi, sko, þannig að það er svona, já. Þess vegna endum við hér og okkur fannst þetta heilla okkur meira heldur en Gran Canaria, þessi staðsetning. Ég veit ekki hvað það er engin fordómar, bara, veist, við bara endum hér. Bara hvernig fannstu þennan punkt? Hérna vildur þú vera? Já, það var hérna vinafólk okkar sem býr hérna fyrir neðan og við komum hérna bara á sunnudegi til þess að bara skoða eitthvað sem ég hafði séð á netinu og þetta hafði þá ekki verið til sölu, sko, en svo kom þetta á sölu. Þannig að ég var búinn að sjá það og þetta var eiginlega bara svona tækifæri. Við vorum að skoða húsið þarna fyrir neðan sem er ennþá óbyggt hérna og klárað. Og þetta var bara miklu betra, miklu stærri lóð, 1200 fermetrar og miklu meiri. Þú ert með nágranna hérna bara í einhverju alveg eldgömlu húsi? Þetta er eitt elsta húsi í bænum. Já. Ég man eftir að segja að þú varst svolítið að styrkja bara útveggina hérna hjá nágrannanum bara þegar þú varst að byggja á þér. Já, ég þurfti að styrkja vegginn hjá henni svo ég geti sett hérna verkstæðið mitt hérna neðan, verkstæðið hjólageymsluna og þessi bara fráskilin einstæð móðir, þannig að það var ekki til neitt peningar, þannig að ég græði þetta bara sjálf og málaði svo gaflinn fyrir hann í leiðinni. Þú bara erum glöð með það? Já, það er, þú veist, allir ánægðir með okkur, það er bara allir glaðir að sé vera að fegra umhverfið og gera eitthvað betra. Þú voru náttúrulega bara, fólk var hrætt í upp að ég var að byggja hótel hérna. Svo ertu hérna bara upp í fjöllunum, svona, hvað í eitthvað svona kortið 20 mínútna fjarlægð frá svona þessum vinsælu sólarströndu sem Íslendingarnir þekkja? Já, við erum kortir bara frá að dekka, en þetta er bara, það er ekki eitt hótel í þessum bæ, þetta er bara alveg, komið segja lokal, þannig að það er bara, lokallin er bara hérna og stelpunnar er í skóla, annar er hérna bara, við sjáum hann hérna bara fyrir ofan okkur og hinn er hérna bara rétt fyrir neðan. Þannig að það er bara, við getum labbað allt hér og það er allt í þessum bæ og öll þjónusta. Við erum sem sagt bærin hindi Gíati Ísor og það er sem sagt bærin í héraðinu Gíati Ísora. En inn í héraðinu er fullt af lúxushótelum og lúxussvæðum og þannig að það er alveg mikil starfsemi inn í þessum bæ fyrir þá til að þjónusta það náttúrulega. En hér er engin túristar. Þetta er svo rótgróinn og gamall bæra. Ég meina kirkjan er hérna síðan 1760 eða eitthvað, sko. Stór og mikil og falleg kirkja og flottu miðbær sem er á UNESCO minjaskráni, þannig að þú borgar sig ekki að kaupa hús þar ætlar að breyta einhverju. Þetta veður sem að þú ert í hérna, hvað segir það? Svona miðað við veðri sem við þekkjum hérna niður frá á baðströndinni. Hvernig er þetta öðru sig hér? Yfir vetratíman þá erum við svona 4 gráðum kaldara, en þú veist, leða sólinn komin upp þá bara er alltaf gott veður, ert alltaf vakna eða góðu veðri. Það er alveg stundum meira að skýja hérna, af því að þú ert ofar. Sólinn er oftar alveg niður sjóinn. En það er svona fyrir Íslending þá er alveg þægilega að búa hérna sig. Af því að það er svona, þú getur fengið að fara í buxur og peysu. Eru að tala um að þetta sé bara svona gott íslenskt sumar þegar það er hvað verst hérna? Já, svona cirka bát. Já. En það er kannski bara 15 gráður sem að við bara sættum okkur vel við heima á klaganum. Já, það er svona kaldast yfir nóttina kannski, 15 gráður sem við ert að sjá. En það var rosa gott að vera með einangra hús, sko, þannig að því að við erum ekkert minnið hita eða kælikerfi, þannig að bara viftir í loftinu og það bara dugar. Húsið bara tempra sig hérna. Þetta er fyrsta húsið
skildist mér sem væri svona einangrað að einhverju viti. Þetta yfirleitt bara múrsteinshús hérna sem án einangrunar. Já, þetta 2021 ágúst á breyttu reglugerðinni og nú þurfa allir að einangra hús hérna. Og menn reyna að sleppa ódýrt frá því eitthvað, en við að búa að hlaða útringin hérna og með 20 cm, þannig ég einangraði með mjög þétta efni, 6 cm XPS heitir það, og hérna settu svo annan múrstein, þannig að veggirnir eru hérna alveg 44 jafnvel. Þetta hnausþykkt. Já, þannig að það bara rosa gott loftið inn í húsinu og finnur alveg munn, þannig að þú þarft meiri loftkælingu niður frá heldur en hér. Þannig að þú ert ekki með innbyggða loftkælingu, bara með viftur í lofti og það virkar alveg. Já, við eigum hérna ferðaloftkælingu sem við erum með, látum flakka bara, þú veist, ef við þurfum einhverja kannski viku ári. Það var einmitt hitabylgja hérna daginn, þurftur þá að taka fram loftkælinguna? Já, í 2 daga. Og hvernig var tekið á móti Íslendingunum sem koma hérna með upprættar ermar að fara að breyta húsi? Fyrst kom svona, byttu, hver erst þú? Og hérna, svo bara þið sáuð, þú veist, að það var að vera að gera bæi fallegri og þú veist, við erum strax rauninni mánuð eftir komum við út, þá erum við orðin resident eða bara orðin, þú veist, bara eigum heima hér og erum að borga skatt og skyldur hér. Ég er með náttúrulega kanarist fyrirtæki, EHF, og þannig að þau sjá það alveg bara, við erum ekkert að koma hérna bara til þess að, þú veist, þetta hræðslan hérna, þeir vilja ekki túristana. Þetta flestir af þessu fólki er að vinna náttúrulega fyrir bara túristarnir og því svæði og það bara vill fá að vera í friði og svo náttúrulega, þú veist, þetta það gamalt hérna að nágranninn hann kannski í húsi sem að afaðsbyggði og lóðina eignaðist hann með því að selja einhverja banana til einhvers eða, þú veist, þetta svona mikil saga svona og þeir vil ekki að hún fari bara til einhverja. Og hvernig bara þetta svo búið að ganga fyrir sig? Hérna, hvernig að standa í húsbyggingu hérna upp í fjöllunum hérna á Tenerife? Við erum að læra alveg svakalega margt. Ég get alveg viðurkennt að ég henda út alveg svona 20 mann, sko. Nú náttúrulega förum við í gegnum þetta ferli að byggja þetta hús bara upp og flytja þetta inn frá byrjum í lok mars og flytjum inn bara hérna rétt fyrir jól, sama ár. En það var helling eftir og svo héldum við bara áfram eins og peningurinn varð til eftir það. Þetta varð til þess að gekk það vel að við vorum fengið til að stýra verkefni fyrir aðra. Þú veist, Þjóðverja, Svisslendinga, Austurríkisbúa og náttúrulega fullt af Íslendingum. Þannig að nú erum við bara orðin byggingaverktaki hér með kanaríska menn undir okkur. Þannig að við erum bara með undirverktaka í fullt af verkum. Þannig að akkurat núna erum við með 3 hús í gangi sem ég er að stýra og svo ætla að reyna að vera í skóla líka. Þannig að klára það. Já, það var nefnilega, þú bara tókst ægilega með þér hérna út að vera í námi á Íslandi. Ég klára rafiðnfræðina í Háskólanum Reykjavík og tilgangurinn að fara í rafiðnfræðina er að svo við gætum átt mögulega að flytja hérna út og ég get að vera í raflagnateknikum. Og svo bara þegar ég búið með rafiðnfræðina áttaði bara með það ég get alveg lært. Og hvernig þetta sko, maður kannski ekki endilega besti námsmaður sem krakki og svo átti maður svo að bara ef maður leggur svona að sér og skipulagur og getur maður alveg lært. Þannig að ég langa alltaf að vera arkitekt og byggingafræðingur á ensku construction architect. Og það hendar mér meira kannski líka því að ég kannski minna arti heldur en þú veist, ég að leita lausnum í hinn og þessu og það sem ég verið að gera. Þannig að já, ég tek byggingafræðina með mér enn út. Þannig að ég búið að vera óþarlega marga ferðir á staðalótur til Íslands. Já, þú kannski nýtur þess að það mjög góða flugsamgöngur milli Íslands og Tenerife. Það eru mjög góðar. Já, eða bara, þú veist, og verði bara svipa að fljúga Reykjavík Akureyri, sko. Þannig að þetta það alveg svakalega gott og það líka það sem náttúrulega svo gott við þess að ég betra heldur kannski hinn enn í kring það eru betri samgöngur hérna á milli. Og ég meina allt okkar fólk, náttúrulega vilja allir koma í sól og hita. Það mjög duglegt að koma til okkar. Þannig að það kosturinn. En hver svo, þið búin að gera ykkur plön? Þetta bara á að verja efri árunum hérna?
Við allan ætlum að búa hér bara áfram og við byggðum þetta hús upp fyrst sem fyrir ferðaþjónustu sem við ætlum bara að fara að leigja út í skammtíma fyrir stærri hópa. Svo tímum við ekki og við erum búin að gera þetta svo mikið á okkar og við ætlum bara að búa hérna. Okkur líður mjög vel hér, við erum allt til alls og þetta er náttúrulega bara draumi líkast. Ég meina, ég þarf ekki að vinna nema 2-3 tíma á dag, sko, þá getum við samt lifað eins og kóngar hérna, sko. Þannig að ég er ekki tilbúin að skipta, nei. Hvað ertu svo að fást við svona dagstælega? Hvernig verða tekjurnar til? Sko, við náttúrulega erum með leigutekjur. Við eigum bæði húsnæði á Íslandi og svo hér. Þannig að við svona í grunninn þá þyrftum við ekkert að gera neitt rosalega mikið af því við erum að koma okkur þannig fyrir bara með því að kaupa hús og breyta og leigja út. En ég náttúrulega er að klára byggingafræðina. Hún klárast í desember. Svo er ég að verkstýra verkum fyrir Íslendinga og Þjóðverja. Þannig að við erum náttúrulega bara, byggingaverktakar hérna. Og svo er ég að teikna, til dæmis mikið fyrir Keflvíkinga og raflagnateikningar og þannig að það er nóg að gera, sko. Snúast í ansi mörgu. Við erum við erum með 3 hús hérna sem við erum að leigja út, sem bara í skammtíma leigu, stór og lítil. Ertu þá sjálfur að leigja út eða í gegnum einhverja aðalega? Nei, við erum bara gistingtene.is, það eru við. Við erum með 3 eignir þar inni og getur reddað einhverju fleiri. En við erum meiri kannski út með fjölskyldu og yfir, við erum ekki með íbúðir. En þetta er svona starfið sem við vilja vera í og ekkert mikið fleiri eignir en þetta. Samt húsið sem þau fluttuð í fyrst, þið eru að þá að leigja það út í ferðaþjónustu? Já, við með þess að tímdumingin sem flytja í ráðhúsið sem við erum að leigja út, því að við náttúrulega lifum að hluta til á því. Það náttúrulega eru góða leigutekjur á svona skammtíma. Þannig að við leigðum okkur niður í bæ sem heitir Kajásálvekke, sem er rétt hjá Hardrock-hótelinu og leigðum þar í rúmt ár með að vorum að byggja þetta. Þannig að það var rosalega gott að komast í eigið hús aftur. Ég hef aldrei leigt á ævinni. Ef að keyptum fyrstu íbúðina, gerðum hann upp mjög ung og það var skrítið að vera að borga á öðrum einhverja leigu. Hvernig fannst þér að taka svo ákvörðun að setjast að hérna á Tenerife? Ég fannst það ekkert mál, sko. Við vorum búin að skoða þetta svo lengi. Þannig að þetta var bara, mann fann bara að þetta var það rétta. En auðvitað eins og við tölum alltaf að fara bara, 2-3 ár. En svo þegar maður er búin að vera þá finnum maður bara, hér viljum við vera, sko. Langar ekkert heim í kuldan aftur? Nei, ekki beint, sko. Það er fínt að fara í heimsókn, sko. Það er ekki það. En okkur líður mjög vel hérna. Hvernig er að vera með þennan áverka mann sem við hliði í öllu þessu tilstandi? Það er bara skemmtilegt, sko. Hann segir oft sjálfur að það er ég sem held niður á jörðinni, sko. Ég er svona aðeins rólegri en hann. En ég er bara gaman að þessu brassi, sko. Hvað er þú að fást við svona dagstælega? Það er ýmislegt. Við erum með leigu íbúðir sem við erum að leigja út. Þannig að ég sé leigu á því og svona afhenda lykla og aðreisir að þrifum og þvo þvottinn og svoleiðis. Og svo erum við náttúrulega ennþá með fyrirtæki á Íslandi sem ég sé bókhaldið fyrir og svo bara sinna börnum og heimili og þannig að sinna þessu stóra heimili eitthvað. Já. Hvað segja börnin við þessu öllu saman? Þær eru mjög glaðar, sko. Þær eru mjög sáttar hérna. Komna vel inn í bara umhverju hér og eiga góða vini og... Og reypir hann undir spænskunni? Já. Það er alveg eins og Agnes Inga, hún er góð í spænsku og íslensku, sko. Hún tók bara fyrsta ári á Íslandi í skóla og er svo búin að vera hér eftir það. Ekkert mál að eignast vini eða slíkt? Nei, það var ekki mikið mál fyrir þær, sko. Þannig að ef þú tekur þetta aðeins öðruvísi hérna, þú ferð ekkert endilega út, allavega þegar þú ert undir einhverjum vissum aldri, þá ferð ekkert endilega út og bankar hjá næsta vini og ferð í heimsókn, sko. Það er svolítið svona plana, svona hittingar, sko, með foreldrum og svona. En þú veist, þær fá vini hérna heim og það er engin vandræði, sko. Og svo þegar þú ert orðin eldri þá ertu náttúrulega bara að tala við viniðina og ferð út og hittir þá, sko. Þannig að það er ekkert vandamál, sko. Hvernig er að búa á Tenerife? Það er bara rosalega gaman. Bara æðislegt. Er þetta mikið öðruvísi heldur en að vera á Akureyri? Já. Hvernig er þetta öðruvísi? Bara það er miklu meira sól og blíða hérna og bara skemmtilegra í skólanum hérna og bara, já. Já, hvernig er að vera í skóla á Tenerife? Bara rosalega gaman. Gengur vel. Já, gengur vel. Gekk vel að læra spænsku? Já. Hvað voru þau lengi að læra spænskuna?
Kannski svona hálft ár. Hálft ár kannski. En þegar þið eru svona bara hérna á daginn, er það að hugsa á íslensku, er það að hugsa á spænsku? Bara bæði. Bæði. Er það að gera svolítið að þið eru farin að hugsa á tungumálunum hérna? Já. Hvað gerið þið eftir skóla? Ég fer að glána 2 sinnum í viku í dans. Já. Og já, ég bara... Hvað ert þú að gera? Já, við tennis 3 sinnum í viku. Er það tennis sem er úti? Já. Já. Það er lítið verið að spila tennis inni? Já, ég held að sé ekkert tennis inni. Og við ferum líka oft í sundlaugina. Hvað er skemmtilegast? Dans. Fari í sundatanna. Hvað er þetta að læra dans? Er dansskóli eða... Já, þetta er bara dansstúdíó sem að heitir, og ég segi námi. Já. Það heitir Dansmót Academy. Hvernig gengur að eignast vini? Bara rosalega vel. Ég á eina bestu vinkonu og nokkra vini. Bara mjög vel. Hvað eru krakkarnir á Tenerife að gera svona dagstaglega? Er í tölvuleikjum eða hvað er það að gera? Sumir eða þeir bara margir fari á fótboltaæfingu og bara sumir fari í dans líka og eitthvað bara misjænt. Krakkar geta oftast ekki hist fyrir en klukkan 5 og þau fara heim og borða og fara svo að sofa. Eru þið ekkert að fara og leggja ykkur svona eftir hádegi á heitasta tímanum? Nei. Þið eru ekki búin að læra það? Nei. Og sem margir krakkarnir fara bara svo sem búa hérna og Kirkjutorgið bara hittast. Það er svona öðruvísi hérna heldur en á Íslandi. Já. En langar ykkur ekki aftur að flytja bara heim til Íslands í frostu og snjóin? Nei. Mér langar alveg en samt ekki. Nei. Þetta er svolítið stórt skref sem það taka bara að rífa sig upp frá Akureyri og fara hingað. Jú, en þú sér að þetta var 4 ára plan. 2018 að maður bara búin að ákveða það, ég ætla að prófa að búa hérna í 1 ár. Svo er bara komið svo stórt verkefni en að þetta bara fyrsta, ok, 2 ár. Svo bara áður fluttum út og segja stelpuna, þetta verður alltaf 3 ár. Það er alltaf 3 ár. Og svo eru þau liðið núna, þannig að allir vilja vera áfram. Nema einn, hún fór til Íslands í framhaldsskóla. En ég býst nú við að hérna döminn að verða hérna hjá okkur bara. Hvernig er að senda börn í skóla hérna? Bara mjög fínt. Við tókum fyrsta ár í einkaskóla og bara olli okkur miklu vonbrigðum bara með hvað var kalt umhverfi og hérna svona þú veist, lítið verið að kenna þeim spænsku, þú veist, einkaskóli er kennt á spænsku en þú veist, í eigu Þjóðverja sem einhvern veginn, já, við svona þegar við komum í þennan bæ þá bara tekið rosalega vel á mót okkur, fundu það strax bara, þú veist, þarna kom kennarinn, miklu minna dæmi, ekki, þú veist, það var allir kennari í hvítu sloppum, hvíti veggir, loft og gólf og það er svona, já, rosa kalt umhverfi fyrir stelpunar okkar og þeim gengur bara vel hérna þá eru náttúrulega mjög góðar í ensku líka þannig að það er alltaf að fá 10 ensku og gengur vel í öllu sem það er að gera en það er bara mjög gott en það er ekkert, þú veist, það er ekki tægt að fara með kannski 15 ára og bara krakka og henda þeim allt í skóla en það er náttúrulega svolítið svona Þau eru kannski með börn á þessum aldri sem þau eru móttækilega til þess að læra hérna ný tungumál og annað slíkt. Já, það er svolítið svo og sko, ef að þú ert í einkaskólanum eins og þarna þær voru á dekka í einkaskólanum, þá ert þú líka, þú veist, þetta bara með alþjóðlega vini og þá ert ekki endilega að tala spænsku eftir skóla, þú bara að tala ensku eða eitthvað, þú veist, þessi frá Rússlandi, þessi frá þú veist, Rúmeníu og svo framvegis en staðin hér þá verður að koma þér inn í og það sem við vildum ef við ætlum að flytja hérna þá ætlum við ætlum að vera partur af samfélaginu þannig að nú ætlum við ef að ég er ágætur í svona iðnaðarmanna spænsku hérna til að stýra köllunum nú ætlum við ef að skella okkur alveg fullt eftir áramót í spænskunum þannig að hérna þau geta talað og það er einmitt námið sem völd okkur það er bara, þá ertu bara 2 í viku 90 mínútur bara tala hann bara skýtur á því bara alveg já, og þú ert bara átt að ná því að tala reybrand eftir 12 mánuði já Hvernig er með Kalima, hérna, þetta
sandstormin sem að kemur, hann reglulegu gestur? Já, hann líka mjög reglulegur á haustin. Það oftar þá að koma svona hita gusur með þessu, en það meiri sandur niður frá. Við virðumst fá alveg hitan, en við fáum minna sandur með uppbyttir. En ég samt ég tók hérna í fyrradag og smúlaði nú þessar svalir hérna, þær voru brúnar bara í fyrradag. Þetta bara eins og Reykjanesskaginn, lifandi eldfjalla eyja? Jú, það hérna goslokahátíð hérna á hverju ári og fjallið sé sýndir hérna bakvið, þetta El Chinero, sem partur á Eldhædd, að hérna það gaust það síðast fyrir 907 árum. Þannig að það svona spurning hvort að... komið tíma á þetta? Já, það kannski styttist. Þetta eins og Reykjanesskaganum, svona á 1000 ára fresti? Jú, en þeir eru búin að setja skurð hérna gegnum bæinn sem þeir eru að vonast þess að geta leitt hraunið og að fara ekki við kirkjuna, það svaka skurður, svona kanal. Þannig að við sjáum til hvað gerist. Og það nýbúin að vera hérna stóra mikil æfing hérna í nágrenninu? Já, það var fyrir norðurhluta einar í Garchico. Það var hérna bara þessi æfing, ef það skildi gjósa þá myndi líklega renna þangað. Þannig að þeir voru svona, þar var raunverulega æfingin en við allir á einu fengu viðvörun. Þannig að fólki í Garchico var látið fara út í skip og beint frá bryggju. En hérna við erum hérna bara upp í fjalli, þetta allt öðru sig hér. Þú ert ekki að hugsa þetta dagstaglega þegar þú ert hérna? Þetta, nei, ekkert frekar en bara Keflvíkingar með Grindavík og við hliðina á sig. Þetta ekki bara lífið, við bara tökum því þegar það kemur, ef eitthvað gerist.